Góðan dag, gott fólk, nær og fjær. Þá setjum við fund númer 233 í bæjarstjórn Sveitarfélagsins Voga, mánudaginn 12. maí klukkan 17:30. Fundin sitja Birgir Örn Ólafsson, Björn Sæbjörnsson, Eva Björg Jónsdóttir, Andri Rúnar Sigurðsson, Inga Sigrún Baldursdóttir, Friðrik Valdimar Árnason, Kristinn Björgvinsson, Guðrún P. Ólafsdóttir og Ásta Friðriksdóttir. Einnig sitja fundin gestir Lilja Dögg Karlsdóttir og Steinunn Árnadóttir, endurskoðendur KPMG. Fundagerð ritar Ásta Friðriksdóttir, sviðsstjóri fjármála og stjórnsýslu. Á dagskrá eitt mál, ársreikningur 2024. Bæjarstjórn tekur til síðar umræðu og afgreiðslu ársreikning Sveitarfélagsins fyrir árið 2024. Fyrir fundinu liggur ársreikningur 2024, sundurliðun ársreikninga, staðfestingarbréf stjórnenda, endurskoðunarskýrsla löggiltra endurskoðenda Sveitarfélagsins og skýrsla stjórnsýsluskoðun 2024. Og áður en við opnum fyrir umræðu ársreikningin, þá ætla ég að gefa Lilju og Steinunni orðið. Gjörðu svo vel. Herru, ég ætla þá að renna yfir ársreikningin. Ég ætla að byrja þá í er ég fyrir eða? Ég ætla að byrja hérna. Ok. Já. Ég ætla að byrja þá hérna á rekstrarreikningnum. Og ef við sjáum strax bara rekstrarniðurstaðan 160 milljónir í afgang með við 50 milljónir sem var gert að ráð fyrir í áætlun, sem bara töluvert betra en áætlunin gerir ráð fyrir, og mikill viðsnúningur frá ársreikningi 23 þar sem var tap. Og ef við kíkjum þá á hérna rekstrartekjurnar, útsvar og fasteignaskattinn, það að hækka 16% milli ára og töluvert hærra en áætlunin gerir ráð fyrir. 50 milljónir umfram áætlun. Framlög jöfnunarsjóðs aukast 100 milljónir frá fyrra ári og 20%, og helsta skýringin þar útgjaldajöfnunarframlag sem að aukast verulega milli ára. Aðrar tekjur sem eru 376 milljónir í ár, samanborið við 326 milljónir í fyrra. Þetta skýrir betri rekstrarniðurstöðu á árinu, það eru aðrar tekjur. Og það mikill munur á áætlun, eða svona veruleg munur á áætlun og rauntölum þar. Helsta skýringin þar samstarfsverkefni eru vanáætluð 45 milljónir þar, þá SSS, kalka og brunavarnirnar. Auknar tekjur þar eru þá helst auknar þjónustutekjur og hækkun álagningu fasteignagjalda, bara þá í takt við fjölgun íbúa. Ef við kíkjum þá á rekstrargjöldin, launin inn í þessum tölum eru þá gjaldfærð laun fyrir bæjarstjóra. Það fer allt inn á árið 2024. Annars eru laun að hækka í takt við breytingu á starfsmannafjölda og vísitölu. Annar rekstrakostnaður, hann var 836 milljónir 2023 og 867 milljónir núna í ár, sem 30 milljón króna hækkun milli ára. En það búið að vera mikið aðhald í rekstrinum sem að skila sér hér. Þetta ekki að hækka í takt við neysluverðsvísitölu. Aðrir liðir hér, afskriftir, eru pari nánast við áætlun síðasta ár, og fjármagnstekjur og gjöld eru undir áætlun og lækka lítillega frá síðasta ári.
einhverja spurningar varðandi rekstrarreikninginn? Kannski, mér finnst kannski alveg nóg skýrt þarna með aðra tekjur. Já. Það var hækkun álagningu fasteignagjalda, sko, náttúrulega álagning var ekki hækkuð, þetta náttúrulega út af bara fjölgun og fyrir... Já, það er bara út af íbúðaþróun. Máttu svona skilja á það. Já. Það er bara, já, það er veruleg hækkun þar milli ára. Ef við kíkjum þá í efnahagsreikninginn. Helsta breytingin hér í fastafjármálunum er endurmat á lóðum sem eru 763 milljónir sem fara þannig gegnum fasteignir og lóðir. Annars er fjárfest á árinu hjá sveitarfélaginu fyrir 178 milljónir og svo eru afskriftir á móti. Það er svona helsta skýringin á breytingunni þarna. Aðri liðir er svo sem ekki að breytast neitt verulega milli ára, engin breyting í stofnframlögum og eignarhlutum. Langtímakrafan, hún er búseturéttinum, hún er breytast lítillega milli ára. Og svo sjáum við hér neðst handbært fé sem hækkar 58% milli ára eða 90 milljónir. Sem er bara í takt við rekstrar niðurstöðu ársins. Ef við kíkjum þá í efnahagsreikninginn, eigin skuldir. Eiginfjárreikningar, það sem fer þar í gegn er þá afgangurinn í ár og endurmatið á lóðum og lendum. Skuldir við lífeyrisskuldbindingin, það er svona að komast smá jafnvægi hana, hún er litlar sveiflur þar á milli ára. Skuldir við lánastofnanir. Það eru tekin ný lán fyrir 100 milljónir og svo eru afborganir á móti þannig að þetta stendur nánast í stað milli ára. Svo eru aðrir liðir með óverulega breytingar þannig að mig langar að benda á aðra skammtímaskuldir. Þar á meðal er orlofsskuldbinding upp á 70 milljónir sem er lítil breyting á hún á milli ára en hún er þarna flokkast meðal skammtímaskulda. Ef við förum það í sjóstreymið. Ef við sjáum hérna í AB-hlutanum veltufé frá rekstri 314 milljónir. Það er þá afgangurinn af rekstri ársins sem er þá þetta nota í að fjárfesta eða greiða niður skuldir. Þetta er töluvert miklu betra heldur en í árið á undan. 188 milljónir í ársreikningi 2023, 314 núna í ár. Annað sem er hægt að vekja athygli á hér er fjárfesting í rekstrarfjármunum. Það var fjárfestur 178 milljónir, 10 milljónir króna af þessari fjárhæð hér, 188 eru út á samstarfsverkefnum. Tekið ný langtímalán fyrir 100 milljónir, afborganir á móti 134 og handbært fé árslok 244 milljónir. Já, annað er svona litlar sveiflur í á milli ára. En bara góð niðurstaða hjá okkur. Er eitthvað sem þið viljið spyrja út í eða einhverjar spurningar? Einhverjar spurningar? Held bara ekki. Allt skýrt. Þakka ég fyrir mig.
Góðan daginn. Ég heiti Lilja Dögg og ég ætla að fara hérna yfir endurskoðunarskýrsluna. Steinunn er búin að fara vel yfir ársreikninginn, þannig að þetta er svona hitt plaggi sem við dreifum til ykkar. Og við förum hérna bara á fyrstu blaðsíðuna, þar er bara svona inngangur, hefðbundin inngangur og hérna og fyrirvari. Það er óþægilegt að ég standi fyrir en þið eru með þetta hjá okkur. Svo næstu tvær eru svona bara það sem við erum að segja bara frá okkar hérna gæðum og reglum, þannig að við förum bara hérna á blaðsíðu 5. Þar kom fram helstu niðurstöður endurskoðunar. Lengst til vinstri er hérna, við byrjum bara þar erum við fyrst að fjalla hérna reikningsskilin sjálf, hvaða mat, við höfum lagt mat á reikningsskilaðferðir og annað og teljum þær vera viðeigandi. Endurskoðunar aðgerðir í endurskoðun, af því að nú er þetta samstöðu ársreikningur, af því að við erum að taka samstarfsverkefnin inn. Þannig að það sem er undir í endurskoðuninni er þá 94% af samstæðunni, í tekjum, og 95% af eignum. Þannig að samstarfsverkefnin er þá 6% af tekjum, af því sem kemur fram í ársreikningnum, og 5% þá í eignunum. Þannig að það komið þá framfæri hér. Förum þannig í miðjudálkinn, þar er fyrst mikilvægi. Okkur ber að setja okkur mikilvægismörk svokölluð, af því við getum ekki skoðað allt. Þannig að við miðum við 66 milljónir í mikilvægi, sem er þá 3% af tekjum, samkvæmt fjárhagsáætlun. En það voru 53,6 milljónir árin áður. Ef það hefðu komið upp mismunir, þá hefðu við greint frá því sem hefði verið umfram 3,3 milljónir, en það komu engir slíkir mismunir fram, eins og kemur fram þannig í miðjudálkinu. Neðst þarna er svo fjallað veikleika innra eftirliti og atriði sem tengjast stjórnsýslunni og hafa verið greint frá í stjórnsýsluskýrslunni. Að verulegi veikleikar eru 2, en aðrir veikleikar sem teljast ekki vera verulegir eru 4, og svo eru 3 veikleikar sem hefur verið brugðist við frá fyrra ári. Lengst til hægri er þá talin upp mál sem er gengið frá samhliða seinni umræðinu, sem þá í dag. Að það er undir þetta staðfestingarbréf, afgreiðslu og áritun sveitarstjórnar og áritun þá endurskoðanda líka. Og svo er þarna aðeins sagt frá stjórnsýsluskoðuninni að það hafi ekki komin fram neini verulegi veikleikar þar. Og fyrir svo næstu síðu, þá sýnir hún umfang endurskoðunarinnar að þetta er það sem er undir í ársreikningi ykkar. Að þarna eru aðalsjóður eignasjóður sem flokkast í A-hluta, svo eru Brunavarnir Suðurnesja og Sambandssveitarfélög á Suðurnesjum sem eru líka í A-hluta. Þeir eru þá þessi samstarfsverkefni. Svo í B-hluta er Hafnarsjóður, Vatnsveita og Frávita og svo Kalka. Þannig er eðli rekstrarins hjá samstarfsverkefnunum sem ræður því hvort þau lenda í A-hluta eða B-hluta. Fyrir svo bara næstu síðu. Að okkur sem endurskoðendum ber að kanna mögulega sniðgöngu stjórnenda á eftirliti, sem innra eftirliti. Og niðurstöður okkar eru þær að enga færslu fjalli undir skilgreiningum verulega áhættu og prófun leiddi ekki ljós óheimilara, órökstuddar eða óviðeigandi færslur og greindu ekki verulega óhefðbundin viðskipti. Þannig að það var ekkert sem kom fram við okkar endurskoðun sem bendi til sniðgöngu. Förum svo í næstu. Næsti punktur snýr að innra eftirlit og fjárhagskerfi. Að við urðum vör við einn verulegan veikleika og hann snýr að aðgreiningu starfa sem er ekki fullnægjandi. En það er erfitt að koma því við á lítilli og fámennri skrifstofu, en okkur ber að vekja athygli á þessu. En eins og ég sagði áðan, þá kom ekki upp neinar vísbendingar sviksemi eða annað, en okkur ber samt að benda á þennan veikleika. Svo er þarna næsti punktur varðandi prókúru fyrrum bæjarstjóra í bankanum, en það var búið að loka þessu öllu núna í febrúar. En þetta var áramótin var þetta virt. Já, og við skoðun okkur kom ekki fram neinir aðri verulegi veikleikar. Og förum á næstu síðu. Þar er lífeyrisskuldbindingin, þar er bara aðeins svona sagt frá henni og aðeins reifið að þetta er svona mjög áhugaverður liður í ársreikningum sem að enginn ræður við og breytist bara í takt við eitthvað sem enginn ræður við.
og hérna segjum við bara hvernig við endurskoðum hann og niðurstöður eru án athugasemda. Og eins og Steinunn kom inn á áðan þá virðist okkur vera komið eitthvað jafnvægi í þessa lífeyrisskuldbindingu en það var hækkunin ekki mikil. En svo er þetta ómögulegt að segja hvaða áhrif nýju kjarasamningar við kennara hafa af því að þetta stjórnast af vísitölu sem heitir vísitala lífeyrisskuldbindinga opinberra starfsmanna. Þannig að það gæti verið einhver hækkun núna 25 sem er bara, já, sem við veitum ekki alveg. Og svo fyrir við hérna í stjórnsýsluskoðunina að þar kom ekki fram neina verulegar athugasemdir í henni. Og bara höldum bara áfram. Þá hérna er þetta atriði sem okkur, eða upplýsingar sem okkur er skylt að veita og þarna lengst til hægri þá það er ekkert til að upplýsa við alla liði. Þetta var það sviksemi, brot á lögum og reglum og svo viðskipti við tengda aðila. Og fyrir svo bara á næstu. Að það er eins þarna þetta já, ef það hefði komið upp einhver veruleg veikleikar eða einhver önnur atriði sem okkur þetta er mikilvægt, þá myndum við segja frá því hér. En það er það sama, það er ekki til að upplýsa. Og þá er komið hérna að viðaukum. Og þetta er bara svona inngangur að lykiltölum og fjárhagsáætlunum sem að þið hafið þetta samþykkt til ársins 2028 og það er sagt þarna frá jafnvægisreglunni að hún var tekin úr hérna sambandi segi ég árunum 21 til 25 bara í tengslu við COVID þannig að byrjar hún að tikka þá núna eða byrja að tikka í rauninni fyrra var fyrsta árið undir þannig að hún fyrir svo bara á næstu þá er þessi skemmtilega mynd hérna þegar þetta eru með þetta á skjánu það er þetta betra held ég að sjá þetta bara í tölvunni hjá ykkur að þetta er sem sagt rauntölur fyrir árin 23 og 24 og svo er áætlunin þarna næstu 4 ár þar á eftir. Þarna er verið að bera saman tekjur á milli þessara ára og og prósentuvöxtin þá á milli ára. Þannig að þarna sjáum við sko að breytingin á milli 23 og 24 er 16,8% í tekjum. Aukningin þar. Þannig að það er, og framleiðin er þá að aukast. Þess að framleiða hlutfallið fer úr 9,7% í 14,1%. Og svo er það kringum 10% þarna á áætlunartímanum. Þannig að rekstrarhagnaður sem hlutfall af tekjum var þá 11,3% á árinu 24. En þetta tekjurnar voru talsvert hærri heldur en gert var ráð fyrir þannig að útkomuspáin sem var grunnur fyrir árið 25 hún þetta var aðeins lægri, tekjurnar voru aðeins lægri í útkomuspáni. Þannig að þetta skýrir það akkur það lækkar þá í rauninni hérna á áætlunartímanum. Veltufé frá rekstri, það kemur svo þannig, já svo er rekstrarniðurstaðan, skulum ekki gleyma henni, að hún er jákvæð þá árinu 24 og svo áætlunartímanum. Veltufé frá rekstri, það er svo næst og það er þá jákvætt öll árin, þannig að reksturinn er að skila þessum rúmum 200 milljónum á hverju ári og afborganir langtímalána og leiguskulda er kringum 140 til 202 milljónir. Þannig að það fyrir þetta er lántaka á áætlunartímabilinu. Þannig að greiðslu afgangur, það er þá sú tala segir henni hvað er þá eftir til þess að fjárfesta þegar búið er að greiða af lánunum. Og fjárfestingarhefingar eru þarna, áætlaðar fjárfestingar eru þá samtals á áætlunartímabilinu 1253 milljónir og áætluð lántaka á sama tíma 790 milljónir sem ger þá í rauninni reikna fjárþörf upp á 43 milljónir sem þarf þá að mæta með meiri lántöku eða þá að reksturinn verði betri. Rekstrarjöfnuðurinn, hann er svo jákvæður árinu 24 og á áætlunartímabilinu og heildarskuldir koma svo næst breytingin á því. Skulda hlutfall og skulda viðmið er í rauninni bara vel innan við 150% mörkinu. Er ykkur spurningar varðandi þessa töflu?
En þá bara förum við, þá svona aðeins minna, förum hérna á næstu síðu. Þarna þetta sett bara upp í stöplarit, semst annars vegar þróun tekna, samkvæmt áætlun. Þá eru svona smá stígandi samkvæmt áætluninni og svo prósentuvöxturinn þarna bleika línan. Og eins með framleiðina, að hérna hún bara nokkuð stabíl og svo prósentuvöxturinn líka bleika, eða prósentubreitingin þarna bleika línan. Og fyrir svo á næstu síðu. Það er ekstra kostnaðurinn, það er gert ráð fyrir að hann vaxi bara jafnt og þétt, svona svipað og tekjurnar. Og svo er þessi uppsafnað fjárþörf, svo 43 milljónir tæpar þarna, árið 28, eins og ég fór yfir hérna áðan. Þannig að þetta er svona fram í tíman og það var svona ágætt að sjá þetta svona myndrænt líka. Lykiltölurnar, þetta er samkvæmt hérna reglugerðinni. Það er rekstrarjöfnuðurinn, hann er sýndur þá þarna í stöplariti, annars vegar fyrir A-hlutan og hins vegar fyrir A- og B-hlutan og svo framleiða hlutfallið. Og það er þetta helst sem þetta er þá bara rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir í hlutfalli við rekstrartekjur. Og svo þessi síðasta er þá hérna skuldahlutfall og skuldaviðmið sem er bara helst bara nokkuð óbreytt á þessu tímabili. Einhverjar spurningar til skýrsluna? Þá bara þakka ég fyrir mig. Mig langar að þakka Lilju og Steinunni fyrir mjög góða yfirferð og það er ennþá tækifæri til að spyrja ef að fólk er að hugsa sig eitthvað varðandi ársreikningin eða skýrsluna. En að öðru leyti er þá orðið laust fyrir þennan dagskrárlið og Guðrún hefur beðið orðið, gjör svo vel. Já, virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar, góði gestir. Takk fyrir greinagóða kynningu og endurskoðun og ársreikningi félagsins, eða sveitafélagsins réttara sagt, Lilju og Steinunn. Vissulega hefur margt áunnist hjá okkur en áfram höfum við tækifæri til að bæta okkur. En orð þjóðskáldsins höfum við gengið til góðs, götuna fram eftir veg, hafa verið mér hugleikin undanfarna daga í tengslu við niðurstöðu ársreiknings 2024. Orðin eru sem kunnugt er í ljóði Jónasar Hallgrímssonar þar sem Íslendingar eru hvattir til dáða í sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar. Til sannsvegar má færa að Sveitarfélagið Vogar hefur háð baráttu fyrir sjálfstæði sínu, það er óskert sjálfsákvörðunarrétti til ákvarðana hvað varðar rekstrarlegar ákvarðanir undanfarin ár. Sveitarfélagið uppfyllir nú viðmið í reglugerð jafnvægi í rekstri fyrr en áætlað var sem er vel. Því má segja að við höfum gengið til góðs og rétt að nota tækifærið og hrósa bæjarstjórn sem hefur tekið markvissar ákvarðanir til hagræðingar. Ákvarðanir sem styðja við rekstur og uppbyggingu sveitarfélagsins til framtíðar. Einnig er rétt að hrósa embættismönnum sem hafa lagt sitt af mörkum við að framfylgja ákvörðunum bæjarstjórnar og velt við hverri krónu í daglegum störfum. Þá hefur utanumhald og verkferlar tekið stakka skiptum að undanförnu undir styrkri stjórn sviðsstjóra og við hlökkum til dæmis til að stafvaðast frekar á næstunni. Seinni hluti orðaskálsins götuna fram eftir veg sem áður var vísa í átt til framtíðar og eftir situr vissulega spurningin hversu mikið núverandi rekstrarniðurstaða gefur vísbendingar framtíðina. Sveitarfélög hafa verið að birta ársreikninga eitt af öðru sem eru umfram væntingar. Sveitarfélagið Vogar er ekki eitt það. Í sjálfu sér má efast að það sé merki góðan árangur í rekstri þegar útsvarstekjur hækka vegna launahækkana í landinu.
En á sama tíma hefur íbúum sveitafélagsins fjölgað töluvert sem merki árangur. Mikilvægasta aðgerðin til árangurs hins vegar að halda vel utan ráðstöfun fjár og verja því vel. Stærsta áskorun sveitafélagsins í miklum vexti hefur verið að ná fram stærðarhagkvæmni. Viðmiðum jafnvægi í rekstri eða uppsöfnu rekstrarniðurstaða á 3 ára tímabili ágætis mælikvarði á hversu vel hefur gengið þar sem áhrif hagsveiflu á útsvarstekjur jafnast á nokkru leyti út. 3 ára uppsöfnu rekstrarniðurstaða var jákvæð sem nemur 48 milljónum króna á árinu 2024 sem viðsnúningur tæpar 600 milljónir frá árinu 2022. Það óhætt að fullyrða að umtalsverður árangur hefur náðst í rekstri sveitafélagsins. En það eru blikur á lofti og það í sjálfu sér ekkert nýtt. Heldur og öllu jöfnu blikur á lofti í rekstri sveitafélaga þar sem grunnrekstrinum þröngur stakkur sniðinn. Kjarasamningur sveitafélaga við Kennarasambandið mun hafa töluverð áhrif á rekstrarniðurstöðu ársins í ár. Auk þess gæti orðið neikvæð sveifla í ferðaþjónustu vegna óvissu í heimsmálum sem aftur gæti haft áhrif á útsvarstekjur. En sé einungis staldra við óvissu eða það sem betur má fara, koðnum við niður og missum þróttinn. Til að við náum áfram árangri farsælast að horfa staðföst og bjarsýn götuna fram eftir veg, enda ekki ástæða til annars. Innviðuppbyggingar hafin og spennandi tíma framundan. Þróun rekstrarniðurstöðu undanfarinna ára hefur sýnt að samstillt kunnum við að ná árangri og hyggjumst gera það áfram. Sveitafélagið hefur stækkað hratt og nálgast íbúafjöldi nú 1900 manns. Í stækkandi sveitafélagi verður íbúaflóran fjölbreyttari og við bætist hópur sem auðgar mannlífið. Áfram munum við samstíga ganga til góðs götuna fram eftir veg. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðrún. Orðið ennþá laust. Gjörðu svo vel, Björn. Já, forseti bæjarfulltrúar. Ég takka fulltrúum KPMG fyrir greinargóðan flutning á ársskýrslunni, ársreikningnum. En mér langar nú svona bara rétt að koma upp og impra bara á þessu. Ég ætla nú ekki að vera skáldlegur og bæjarstjórinn og vitna í þjóðarskáldið, en ég bara virkilega ánægð með að sjá niðurstöðu þess ársreiknings og langt sinni maður hefur séð svona í ársreikning þessa sveitafélags. Og mikill viðsnúningur frá þeim árum sem eru búin að vera núna undanfarið. Að sjá núna yfir 100 milljónum krónum meira í rekstrarafgang, 160 milljónir og 314 milljónir í veltufjár og rekstri. Segir okkur það að við erum á réttri leið og bara virkilega gaman að vinnan sé að skila þessum árangri. Við vissulega erum búin að takast á við erfið verkefni og það nóg framundan, en svona bara smá klapp á baki fyrir okkur núna í bæjarstjórn og ekki síst embættismönnum sveitafélagsins fyrir að koma þessu á þennan stað. En eins og bæjarstjóri kom inn á líka, þá eru næg verkefni framundan og það þarf að halda vel budduna áfram, en bara ánægilegu dagur í dag. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Björn. Ég tek sannarlega undir með þér hverju orði í þessu. Alltaf skemmtilegra þegar að við höfum gleðifréttir fram að færa, en enn orðið laust. Ef ekki fleiri vilja kveða sér hljós, þá ætla ég fyrir hönd bæjarstjórnar að lesa hér upp bókun frá okkur, sameiginlega bókun, og hún orðar eitthvað á þessa leið. Þetta sem sagt tekjusamstæðu A og B hluta námu 2,45 milljarðar króna á árinu samanborið við áætlun með viðaukum sem nam 2,25 milljörðum. Rekstrargjöld samstæðu námu 2,1 milljarðar króna en áætlun með viðaukum var 2 milljónir króna. Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir var því jákvæð 346 milljónir samanborið við áætlun með viðaukum, þar sem gert var ráð fyrir jákvæðri niðurstöðu fjárhæð 247 milljónir króna.
Rekstrar niðurstaða teknu tilliti til afskrift og fjármagnsliða nam 160 milljónir króna sem 110 milljónir króna betri rekstrar niðurstaða en áætlun hafi gert ráð fyrir. Rekstrar niðurstaða endurspeglar áframhaldandi jákvæða þróun í rekstri sveitarfélagsins og samstæðan uppfyllir nú fjárhagsleg viðmið samkvæmt reglugerð. Rekstrartekjur aukast ríflega 350 milljónir króna ára á milli ára tæp 17% á meðan að rekstrakostnaður hækkar ríflega 200 milljónir króna eða 11%. Aukning í tekjum skýrist að mestu leyti af fjölgun íbúa í sveitarfélaginu og ánægjulegt að sjá hversu marga sveitarfélagi laðar til sín. Hvað rekstrakostnað varðar hefur töluverð vinna verið lögð í að rétta reksturinn af með ýmsum hagræðingaraðgerðum og kostnaðaraðhaldi á kjörtímabilinu. Jákvætt að sjá þá vinnu skila sér enn frekar og varðar sveitarfélagi miklu að samstæðan uppfyllir nú viðmið reglugerðar jafnvægi í rekstri. 3 ára uppsöfnuð rekstrarniðurstaða jákvæð sem nemur 48 milljónir króna árið 2024 samanborið við neikvæðan rekstrarjöfnuð að fjárhæð 340 milljónir króna árið 2023. Skýrustu merki viðsnúnings má sjá í þróun veltu fjár frá rekstri. Veltu fé frá rekstri nam 314 milljónir króna árinu 2024 en til samanburðar nam veltu fé frá rekstri 189 milljónir króna árið 2023 og 70 milljónir króna 2022. Sterkt sjóðstreymi frá rekstri undirstrikað aukið heilbrigði rekstrar og getur sveitarfélagsins til að fjármagna fjárfestingar sveitarfélagsins með rekstrarfé umfram fjárfestingar á þessu ári og að hluta á næstu árum samkvæmt fjárhagsáætlun 2025 til 2028. Fjárfestingar á árinu námu 189 milljónir króna og voru stærstu verkefnin framkvæmdi við heilsugæslusel sem opnað var í upphafi árs 2025, fjárfesting og endurbætur á færanlegri kennslustofu við heilsuleikskólan Suðurvelli, áframhaldandi endurbætur í Stóru Vogaskóla og endurgerð sundlaugar í íþróttamiðstöð. Skuldaviðmið samkvæmt reglugerð í árslok 2024 var 58%, borið saman við 69% í árslok 2023. Sveitarfélag því vel í stakk búið að halda áfram fjárfestingum við uppbyggingu innviða samhliða fjölgun. Á sama tíma þarf að halda vel á málum áfram til að viðhalda jákvæðri rekstrarniðurstöðu og getu sveitarfélagsins til að fjármagna fjárfestingar að hluta með rekstrarfé og standa undir afborgunum. Efnahagsreikningur breyttist þó nokkur á árinu í kjölfar breytinga á lóðarlegu. Reiknishaldsaðgerðir að ræða en fasteignir og lóðir í efnahagsreikningi hækkum 875 milljón krónur á milli ára og nema 2,26 milljörðum króna í árslok. Heildar eignir sveitarfélagsins í árslok 2024 nema 3,66 milljörðum króna samanborið við 2,65 milljarða króna á árið. Mikilvægt að halda áfram þeirri vegferð að sýna ráðdeild í rekstri og viðhalda þannig traustum rekstrargrunni. Með því móti hægt að tryggja sjálfbjarni sveitarfélagsins til framtíðar. Með þeim orðum færi bæjarstjórn þakki til allra starfsfólks sveitarfélagsins fyrir sitt framlag. Svo hljóðaði bókunin, einhverju fleiri sem vilja kveða sér hljóðs. Ef ekki þá leggja ársreikningin fram til samþykktar. Þeir sem samþykki hann gefur merki. Hann samþykktur samhljóða. Fleiri mál eru ekki á dagskrá. Ég slíti fundi klukkan 18:05.